og velkomin í Verjamó. Í vikunni heilsum við upp á slökkviliðið, skelltum okkur leysitak og pólfitness, en við byrjum á því að fara niður í bæ og hittum hressa gamla konu frá Sviss. Hi, what's your name? Saskia, Saskia. Are you a dancer? not professional. Not professional. You just like to dance. When I had your age, I was dancing also, disco dancing. And you're from Switzerland? Twist and, you know, and yes, from Switzerland, from Basel. It's near the border to France and Germany. Ah, so you just happened to pass by and decided to dance with them? Yes, because, you know, I love music. And when I have music, I have to move. I can't stay like this. Oh yes, it's good music. I like it very much. I have to move. And there were the young people here also moving, so I said, otherwise I would be shaved because they will, is she crazy? At this age, she danced like a girl of 20 years. But here I'm on a holiday, nobody knows me. At home I wouldn't do it. That's good, that's good. Can you teach us the dance moves? Nú eru Tom Cruise og Katie Holmes skilin. Talið að hún hafi skilið við hann vegna lélegra landafræðikunnáttu Toms. I love Australia. En ekkert hefur þó sést við Kristoffer, fréttaritur okkar, í þessari viku. Do you love me too, Tom Tom? Yes. Innanríkisráðuneytið felldi niður lýðræðislegu kosningarnar sem fóru fram helgina. Í stað Ólafs Ragnars kemur þessi órangútan. Þessi órangútan hefur talin að fengi meiri atkvæði heldur en Herdís, Hannes og Andrea til samans. Leysitak hefur slegið í gegn á Akureyri. Við kynntum okkur málið. Hvernig virkar leysitak fyrir sig? Leys, það bara afþreyingarleikur. Það sem að menn klæðast vestum og eiga að reyna að skjóta andstæðingana og vestin safna fyrir okkur skorinu. Og svo þegar leikunum búið þá komum við fram og við prentum fyrir ykkur hvernig staðan og þetta fyrst og fremst bara leikur til þess að hafa gaman að. En þetta rosalega mikið hreyfingu svona, þetta fyrir alla? Já, við hefum verið alveg með það frá 4 ára og elsti sig ekki svona nálgast 70, þannig að allir geti komið í þetta og hreyfingin bara hvað henta þér hverju sinni. Hvenær komum við til Akureyrar? Við opnum 10. febrúar, þannig að við erum búin að vera núna í gangi nokkra mánuði og hefur bara gengið mjög vel. Það reyndar hefur orðið eitt slys hérna, við höfum þurft að setja einn plástur í okkar en það var einn hérna sem reyndar slasaðist aðeins þegar menntaskólinn var hérna hjá okkur en það var ekki með okkar búnað, heldur var öðruvísi búnaðir og það mjög mikilvægt að vera með, eins og ég segi, öruggan búnað sem við erum með og í 12.000 leikjum hefur ekki einasti slasast í okkur. Hvar fáum við þennan búnað? Þessi búnaður keyptur frá Lasermax í Hollandi sem stærsti leysitakframleiðandi í Evrópu og hefur verið svo vinsælst í síðustu 3 ár. Þannig að við fengum í raun mjög góðan búnað til þess að koma með hingað til Akureyrar og hefur bara gengið mjög vel. Takk fyrir. Pólfitness hefur slegið í gegn á Akureyri. Við kynntum okkur málið. Hérna erum við komið fyrir framann X-Form Studios á Akureyri. Kíkjum aðeins inn. Góðan daginn, Bjarki heiti ég og erum við hérna með Birgittu Sif, þjálfara hjá X-Form Akureyri. Getur þú útskýrt fyrir okkur hvernig pólfitness virkar? Pólfitness mjög krefjandi íþrótt sem svona eins og bland af dansi, fimleikum og svona, já. Allt með eigin þyngd. Hvernig byrjuðu fyrir núna? Hvernig kom það til? Hvernig kom það til? Það var bara orðið mikil eftirspurn eftir íþróttinina á Akureyri og það bara, ég held að það hefði ekki getað annað en að slá til og opna það. Það mikill áhugi sem sagt fyrir þessu hérna? Já, við erum alveg þó nokkuð margar sem erum að æfa. Hvað eru margar? Nú ekki alveg viss en það bætast allir í hópinn. Það engin strákar sem æfa hérna? Ekki á Akureyri, en þá, nei. Myndirðu kalla það pólfitness list? Já, alveg bara tvímælega laust. Hver myndir þú að telja munin á pólfitness og súludansi? Súludansi eins og hefur verið á súlustöðum? Já, einmitt. Já, pólfitness umtalsvert meiri íþrótt. Þú ert ekki að sjá þessar strippar að vera að gera einhverjar brjálaðar hreyfingar.
Þannig að þetta er miklu meiri íþrótt, þetta er krefjandi og við náttúrulega erum í fötum. Heyrðu, geturðu sýnt okkur hvernig á að gera þetta? Já, endilega. Að lokum kynntum við okkur starfsmenn slökkviliðsins á Akureyri og fórum í bað.